Sæl öllsömmur. Þá komið að stjörnuspá fyrir nóvember. Það verður aðeins annað snið á þeim núna en hefur venjulega verið. Þar sem að það hefur verið mjög mikið að gera og mikla breytingar í kringum mig núna síðustu vikur. Og þar að auki ég að koma svo seint inn í mánuðinum að ég ætla fyrir vikið að stytta þetta aðeins og gera þetta svolítið öðruvísi en venjulega. En núna ætla ég að gera í rauninni öll merkin í einu myndbandi. Fyrir vikið verður hver spá styttri en venjulega. Venjulega hafa þetta verið svona 20 til 40 mínútur fyrir hvert merki. En núna verður þetta svolítið styttra. Enda líka við erum komin inn í miðjan mánuð. Ég ætla að gera þetta bara í flæði og vinna jafnóðum. Og svona svo ég minni á þessi praktísku atriði, þá þetta margt mjög flæðandi. Ef þið tengið ekki við merkið ykkar, þá getið þið prófað að kanna til dæmis mánamerkið ykkar eða rísandi merkið ykkar eða eitthvað annað merki úr stjörnukortinu ykkar. Ekki hanga ykkur á smáatriðum, aldur, staður, kyn, náin sambönd, þetta getur verið allavega alls konar og við skulum ekki festa okkur í smáatriðum. Hagræðið smáatriðunum innan skynsamlegra marka þannig að þau passi við ykkur. Ef þið eru að tengja við spána, þá leiðsögnin til ykkar. En við skulum byrja. Við byrjum á sportdrekanum, það hans mánuður núna. Ég ætla fyrst að fá örfá spil það hvað sportdreka ég að lesa fyrir. Svo ætla ég aðeins að líta yfir uppákomur í nóvember. En við skulum fá þetta saman. Við skulum fá leiðsögn fyrir sportdreka. Ég ætla að reyna að hafa þetta aðeins styttri núna en venjulega. Og niðurstöðu. Við hafa þetta svona fyrir þetta. Sportdrekinn sem ég að lesa fyrir. Þú ert að mörgu leyti mjög þroskaður einstaklingur sem ert algjör snillingur því sem að þú gerir. Þú með eitthvað svona einstaka hæfileika sem að þú ert búin að ná langt í. En hins vegar þá ertu með eitthvað svona bagga, eitthvað sem burðast með, eitthvað sem heldur svolítið mikið aftur að þér. Þú ert ofboðslega frjór í því sem þú gerir og ert svo klár og þú kannt svo margt og þú ert algjör snillingur. En það eitthvað sem að halda aftur að þér og íþyngja þér. Og mér finnst það vera skortur á sjálfsöryggi af því að styrkurinn allur þarna til staðar. Og þessi skortur og sjálfsöryggi kemur rosalega mikið frá okkur gömlum sárum, eitthvað langt aftur úr fortíðinni fyrir marga, tímasetningar eru svolítið sveigjanlegar. En hins vegar það finnst mér eins og sé einhvers konar heilun í gangi, en aftur á móti þá mjög djúpstæð sorg eða sársauki eða missir sem einhvern veginn búin að sparka svolítið fótunum undan þér gegnum tíðina. Þú ert alveg með alla styrkin sem þarf til þess að losa þig úr þessari krísund eða úr þessum baggum eða hvað nú
En það eitthvað nefn vantar öryggi til þess. Þannig að þú ert með eitthvað svona sem að hangir svolítið í ökklunum á þér og heldur aftur að þig og upp í staðan því kemur úr einhverju mikilli sorg og einhverju svona, já, mjög sáru. Þannig að þetta eitthvað sem að, en ég finn samt, sko mér fannst vera svo mikil heilun í þessu. Þristur í sverðum hvolfi sko heilun á þessu hjartasári. Þannig að mér finnst þú vera komin inn í eitthvað ferli. Leiðsögnin núna að sko eins fáránlegur hlutinu virðast oft vera þá eru þeir stundum alveg sannir. Þó þeir virðast ótrúverðir, þó þeir virðast of góðir til að vera sannir, þá eru þeir samt annað. Og það alveg þess virðis að trúa, að dreyma, að vilja, að langa. Þú mátt láta þig dreyma hvað sem og þú mátt meira segja ganga eftir því. Það hér verið að segja þér að hlusta á þessa innri rödd sem að benda þér í áttina að einhverju góðu, í einhverju alveg frábæru stefnu og að benda þér á að fylgja því að taka stefnuna á það sem að innri röddin að segja þér að sækjast eftir, jafnvel þó að þú sjálfur eða sjálfa erfitt með að trúa því. Af því að það kemur til með að þú tekur þessa nýju stefnu, þá kemur það til með til að opna alveg einhverja nýja heimsýn eða nýja hringrás í fyrsta lagi fyrir þig og nýja sýn á heiminn og einhvern veginn opnast alveg svona nýr heimur bara heilt yfir fyrir þig. Og meira þess að finnst mér sko að það fari að brúa svolítið þessi bil sem hafa verið að þvælast fyrir þér í lífiðinni og þú farir svolítið að finna meira þinn veg, veist, og í þinni heilum. Það eitthvað sem hefur alltaf verið svona hálfgerð vöntun, finnst mér, hjá þér og einmitt þessi djúpa sorg, þetta hjartasár. Þá loksins verður að geta brúað og plástrað svolítið þetta hjartasár og fara að finna þinn farveg og farið að svona rata betur lífið. Því fylgir að sjálfsögðu ákveðin berskjöldun, en mér finnst þess að þú sért svolítið að þetta verður til þess að þú klekir svolítið upp á nýtt. Þú verður einhvern veginn mætir heiminn þessu nýja heimi sem algjörlega ný manneskja, einhvern veginn svona nýútsprungin og já, berskjölduð og svolítið viðkvæm fyrir vikið, en þetta einhvern veginn svona alveg splunkunýtt tækifæri fyrir þig til þess að endurnýja þig, má segja. Og eins og ég sagði, þetta kemur til þess að auðlist einhvern veginn svona algjörlega nýja sýn á hlutina og þetta svona allsherjar endurnýjun finnst mér fyrir þig. Fá örlítið hérna inn á þetta. Hérna vil ég Stock, það Tart of Dreams. Við kíkjum aðeins hérna aftur á að tala um sportdrykk sem einhvers konar snillingur í því sem hann gerir, eitthvað svona, þú veist, alveg svona einstakt tilfelli í þínu fagi. Það enginn sem gerir það jafnvel að þú einhvern veginn. Og þú ert ofboðslega tilfinningarík manneskja og svona djúp, passionate, rosalega ástríðu vera. En við vorum búin að tala um það, einhver gömul hjartasorg, einhver missir, eitthvað tóm
djúpt í hjartanu sem verið að reyna að heila fyrir þig, en þetta hefur orðið til þess að það hefur kiknað rosalega undan sjálfstraustinu þínu og fyrir vikið þá hefur ekki leyft þér að nota og trúa styrkinu sem þú hefur til þess að takast á hlutunum. Það hefur haldið rosalega aftur að þér og búið til ýmsa bagga og það hefur skapað mikla tilfinningarlega uppgjöf, finnst mér, hjá þér og leiða. Og það einhvers staðar hér, þetta svona, já, mér finnst það vera tilfinningarleg uppgjöf og einhvern veginn svona deyfð heilt yfir. Af því að það einhvern veginn búið að deyfa þessa ástríðumannesku sem þú ert. Og það snýst mikið þessa bagga sem að þú hefur tekið með þér sem kom út frá þessari brotnu sjálfsmynd eða lélega sjálfstrausti sem þú hefur út af þessu tómarúmi í hjartanu þínu sem að þú hefur ekki náð að fylla af styrk, af ást, af kærleik. Þannig að það einhver, mér finnst þú vera daufur og deyfður, sportdrykki. En það var að segja við þig, já, það eitthvað tilboð í gangi hjá þér núna sem virðist vera allt og gott til að vera satt, en innsæðið þitt að segja þér prófaðu og það verið að gefa þér skýrmerki að taktu stefnuna á það. Það alltaf val hlutina og þá þetta svolítið bæði valið, ætla ég að taka sénsina ekki, ætla ég hrökkva og stökkva, ætla ég að grípa gæsina meðan hún gefst. Þetta eitthvað sem að mörgu leyti ótrúverðugt fyrir þér og finnst einhvern veginn fáránlegt að þetta sé í boði fyrir þig. Það tilvísun hérna í að þetta gæti verið einhvers konar samband mjög náið. Í þessum spilum þá finnst mér þetta vera mjög skýr vísun í rómantískt eða kynferðislegt samband, partnership að því leytinu til, af því að myndmálið bara þannig. Í það minnsta alveg mjög djúpstæðan kærleika á milli einstaklinga. Þannig að ef það stendur til boða fyrir að taka séns þar, þá hefur verið að benda þér á að grípa þann séns þó að þér finnist það eiginlega að vera eitthvað svona fáránlegt eða einmitt eins og það sé ótrúlegt að þú eigir skilið þetta tækifæri, en innsæðið þitt samt að biðja þig að prófa. En núna snýst þetta svolítið hið dýnamíska val og það verið svolítið ítaðir í þá áttina að taka sénsinn og svolítið svona ekki flýja undan þessu. Ég held að hafið átt það hingað til, kæri sportdrykki, að þegar svona sénsar hafa komið upp á borðið hjá þér, svona tækifæri, að þá hafirðu fundið allar afsakanir fyrir það af hverju ekki. Sennilegast farið í eitthvað svona niðurrif af hverju eigir þetta ekki skilið, einmitt þetta sjálfstraust sem það skortir, en þannig verið að biðja jæja, nú kom tími til að svolítið gera það sig í brók og taka sénsinn og ekki flýja undan því. Af því að þetta þessi séns eitthvað sem kemur til með að opna algjörlega nýja heimsmynd fyrir og brúa alls konar bil, þannig að þú finnir betur sjálfa þig og endurnýið sjálfa þig á mörgu leyti. Og aftur kemur þrýstur sverðum og þannig finnst mér eins og það sé tækifæri til að heila þetta tómarúm eða þessa sorg sem hefur fyllt þér í hjartanu. Þannig finnst mér eins og að það sé möguleiki á að jafna það út. Einmitt kemur hér voganmerkið inn í með þessum þrýsti. Að finna jafnvægi í sársaukanum og kláran og heilan og gefa upp. Mér finnst vera svo mikil tilfinningalegur þroski hérna. Því að
hér svona, má segja, hálfgerður sálfræðingur með í för. Þannig að þetta finnst vera svo djúpt tækifæri þarna til að gera upp á heilagan sársauka og jafna út tilfinningalegt flæði hjá þér. Þannig að minn kæri sportdrekki, nú tækifærið og ég mæli með að taka séns. Ég ætla að senda eina gyðju með þér. Það er gyðjan Ishtar. Communion. Sakrament. Það er verið að kalla til þín að hlusta á innri röddina þína og sérlagi þegar þú stígur inn á óþekkt svið og inn í óþekktar aðstæður að nú er tími til þess að treysta svolítið á æðri mátt og fyrst og fremst innsæið af því að það gefur færi á að heimurinn opnist að nýju fyrir þér. Að gera þessa stundina að fylgja svolítið með svona fyrirbúum og táknum í kringum þig, hvernig hlutinni ráðast upp og leyfa þér að taka því sem táknum frá æðri mátti. Gyðjan Ishtar minnir þig á að þegar á hennar tímum í hofinu hennar, þegar að meiðprestar og spámenn og leiðsagnafólk tók við sínum sakramentum og gáfu sakrament, þá var það að gefa visku. Líttu á allt í lífinu sem tækifæri til þess að sækja visku og tengja við almættið og tengja við aðra og sér í lagi á náinn hátt að hleypa öðrum inn í þinn kjarna sem og þú tengir inn í kjarna annara. Þannig tekur þátt í sköpun heimsins. Það þarf enginn að bjarga þér þegar að þú sterkur í þér og það að tengjast heiminum og tengjast öðrum á náinn hátt mjög styrkjandi heilt yfir og styrkir þig inn í þinn innsta kjarna. Og það verið að tala svolítið þessa heilun á þessu gamla hjartasári og sérstaklega sjálfstraustinu þínu. Það svolítið verið að það svona líka svolítið sameiginlegur þráður í þessu að opna á ný tækifæri og opna heimssýnina þína, leyfa þér að taka sénsinn, leyfa þér að trúa. Þá ætla ég að kveðja þig í bili, sportdrekki. Næst það þá bámaðurinn. Her er bámaður. Skulum byrja á því að fá nokkur spil það hvaða báman ég að lesa fyrir. Það ekki að lesa upp fyrir bána.
Það einhver brúsugangur í þér núna, bómaður. Ég veit nú ekki alveg hvernig ég á að taka því. Ég fá niðurstöðu fyrir bóman. Kæri bómaður, þú ert svo óbúslega forvitin vera og þú svo fróðleiksfús, þú svo námsfús. Þú ert alltaf til í að læra eitthvað nýtt og spennandi og framandi og gera eitthvað algjörlega ólíkt öllu öðru. Þú passar ekki í kassan. Þú ert svo frábær, eins og ég segi, til í nokkuð hvað sem og til í hvað sem svo lengi sem það eitthvað pínlítið spennandi og þú ert með einstakt lag á hlutunum. Þú hefur einhvern veginn svona galdra í fingrunum á þér. Þú getur einhvern veginn gert hvað sem og þú býrð til svo mikla spennu úr meira að segja hversdagslegustu hlutum, bara þegar þú bætir við þessi innbyggða forvitni í þér. Þú einhvern veginn að smita því út frá þér í hlutina, í allt sem þú gerir. Þegar þú ert á hárréttri braut tilfinningalega finnst mér, en hins vegar þá hér smá vísun í að mögulega þurfir að taka aðeins smá hliðarskref, svona aðeins stíga tilbaka til að horfa á heildarmyndina og líka meta aðeins sjálfan þig út frá því, svona þú komin í pínu tunnel vision á sjálfan þig. Kannski of mikið að gera, en það svona pínu, já, ég held líka að þú myndir stíga tilbaka og horfa á heildarmyndina sem þú, að þá myndir sjá betur hversu frábær þú ert í raun og veru og hvað þú ert að gera mikið. Af því að mér finnst eins og þú sért að galdra fram ótrúlegustu hluti og þú ert að vinna einhvern veginn á svo mörgum levelum og svo mörgum sviðum. Það djögl, en hins vegar þú nærð einhvern veginn halda merkilegu jafnvægi með því. Og þú ert að gera þetta allt í svo miklu flæði. Það alveg magnað. Ég spyr mig, af hverju ég að leiðbeina þér gengur óbærslega vel. Það rétt svo hérna smá tilvísun að segir stíðu tilbaka og horfðu á heildarmyndina og taktu afstöðu gagnvart sjálfur þér þar. En leiðsögnin þín, já, hérna kemur smá að þú þarft að passa þig, þú ert pínlítið í því sér að tipla á tánum í kringum aðra. Þarna ástæðan ef þú þarft að stíga tilbaka og horfa á heildarmyndina. Ég held að þú sért ekki mjög meðvituð eða meðvitaður þetta. Að þú ert að gera, það rosalega margt sem þú ert að gera sem þú gerir til þess að þóknast öðrum. Þú þarft að tékka þess á því. Þetta eitthvað sem þú ert svolítið blindur gagnvart. Þarna kom skugginn. Það vottar fyrir meðvirkni þarna og eins og ég segi, mikið af því sem þú gerir, já, þú ert óbærslega góð í þessu og duglegur og þú galdrar hlutina fram á ótrúlegasta hátt, en hins vegar ef þú heldur alltaf áfram í þessu djögli að gera svona mikið og sérstaklega í því sem þú gerir frekar fyrir aðra heldur en þig, þá hætt við að áhuginn brenni upp og það svo hættulegt fyrir þig. Af því að forvitnin og ástríðan það sem að keyrir þig áfram í þessu öllu saman. Þannig að þú þarft virkilega að vega og meta, stíga tilbaka og skoða hvað gerir ég fyrir mig og hvað ég að gera bara til að þóknast öðrum. Og þá þarf að finna hugrekkið til þess að
taka skrefið og segja nei, að láta vita, nei, ég vil ekki gera þetta, ég hef ekki tíma til að gera þetta, ég hef ekki áhuga á að gera þetta er ekki mín ábyrgð, og standa með sjálfa sér, af því að það er hérna vísun í að þú þurfa að standa aðeins betur með sjálfa þér og njóta líka. Njóta og vera glaður og glöð í því sem þú ert að gera. Akkurat núna það finnst mér eins og þú sér, ef þú ert að keyra sko á 5. gír í gegnum allt þetta sem þér finnst svo skemmtilegt að gera, þú ert að fara svo hratt í gegnum það að þú nærði ekki að staldra við að njóta. Og það er rosalega mikið af því að þú ert að taka annarra manna dóta á þig og þú ert að þóknast öðrum. Fyrir vikið þá gleymur að njóta allir þessar hluti sem þú ert að gera af þinni eigin ástríðu. Þannig að þú mátt alveg við því að hægja við og eins og kom hér upp að stíga þetta skref tilbaka og líta hans á heildarmyndina. Og niðurstaðan er sú að þú munt styrkjast til muna. Þetta er svo mikil styrking fyrir þig og þar að auki miklu meira jafnvægi. Og aftur finnst mér þú farið þá frekar að njóta hlutina. Auðvitað er ekki auðvelt að taka þessi skref og þú munt upplifa kvíða í kringum það tíma, en hins vegar þá munt þetta létta rosalega mikið á þér og létta á þínum byrðum og létta á þínum kvíða í lengri tíma litið. Þó að fyrst sinn, og það er náttúrulega alltaf þegar við gerum breytingar á okkur sjálfum, hvað varðar sérstaklega þetta með það sem við gerum fyrir aðra og þetta sem við gerum til að þóknast öðrum. Leið og við byrjum að draga úr því, þá það er alltaf einhverju sem verða ósáttir við það og það oftar en ekki verður til einhvers konar árekstra í samskiptum eða óþæginda. Og það er vissulega kvíðavaldur fyrir mörg okkar. En hins vegar, eins og ég segi, í lengri tíma litið þá er þetta mjög styrkjandi fyrir þig. Þannig að það er að gera að þú standir þannig með sjálfum þér, stígur þetta skref tilbaka og virkilega rýnir í, ok, hvar er ég að ganga á sjálfa mig í þágu annarra en ekki mín. Þannig að þarftu aðeins að tékka þér. Við skulum fá smá dýpt í þetta og hérna pínapóns fyrir það hvaða sportdrykka ég er að tala við. Nei, fyrirgefðu bómar. Leiðsögnina. Svo er niðurstaðan hér. Sko hérna finnst mér ég verið að fá bara svo litla endurtekningu á því sem ég var að segja. Aftur vorum að tala ofboðslega ástríðufullan námsfúsan Bowman sem er til í allt sem er mögulega pínu spennandi og framandi, einhvern veginn að galdra fram allt sem hann ætlar sér á ótrúlegasta hátt, er í rosalega góðum farvegi og er að vinna á mörgum vígstöðum í miklu jafnvægi og nær eins og ég segi að galdra fram ólíkustu hluti, en þarf aðeins að stíga skref aftur bak og horfa á heildarmyndina og þannig finnst mér líka aðeins að tékka á sjálfum sér og aðeins að stíga niður til jarðtengja sig og tengjast aðeins líkamanni sínum. Þú er svolítið mikið í hausnum á þér núna, en það er líka ekkert skrítið með hvað er mikið að gera hjá þér og hvað þú ert að vinna á mörgum vígstöðum. Þú ert rosalega mikið í eldunum þínum og hjartanu að vinna út frá ástríðunni, en þú þarft aðeins að
stíga niður til jarðar í líkaminn, tengist líkamanninum og meta hlutina út frá þínum þörfum fyrst og fremst finnst mér. Og aftur kemur hér endurtekning, hér sólin aftur, að ég sé þóknun hérna í þágun annarra, eitthvað af því sem þú ert að gera til þess að þóknast öðrum og þú ert ekki að njóta þessari forvitni sem þú hefur og ástríðu af því að það svo mikið að gera þegar þú ert margt af því sem þú gerir fyrir aðra en ekki þig. Það aftur, njóttu þess sem þú ert að gera. Þú ert í þessu öllu saman út frá þinni ástríðu og þínum áhuga, þannig að þú ættir þá að vera að njóta þess betur að gera það sem þér finnst gott að gera. Niðurstaðan var að í lengri tíma litinu þetta mjög styrkjandi, mun losa þig við alls konar hamlanir og það sem hægir í rauninni á þér og íþyngir, mun losa þig við mikinn kvíða, en á sama tíma þessar breytingar munu valda ákveðinni spennu í samskiptum og tíma verður svolítið kvíði í því, en í lengri tíma litið þá þetta þá mun það styrkja þig alveg inn í grunninn, alveg inn í svona grunngildin þín og stoðuninnar og fylgir þig það sem eftir og mun gera þig líka mun heilbrigðari í samskiptum og samstarfi með öðrum. Þú mun geta unnið með öðrum og mun heilbrigðari hátt en þú hefur gert hingað til. Þetta náttúrulega snýst rosalega mikið mörkin þín gagnvart öðrum, hvort sem þau eru vinnufélagar, námsfélagar, lífsförunautar, vinir, fjölskylda, hvað sem bara í samvinnu og samstarfi, samskiptum og samböndum með öðrum heilt yfir almennt. Og ég fá eina gyðju til að fylgja þér með mér. Það Lightsey. Ég veit ekki hvort ég segi það rétt. Revelation, uppljómun. Og hér. Það eru augnablik í lífinu þar sem að öll grunnfrumefnin okkar hringlast saman í algjöru jafnvægi. Og við fáum þessi innsæis moment, þessi uppljómana moment, þessi algjöru aha moment, og þá svo mikilvægt að grípa þau og trúa þau. Og þetta eru svona augnablik þar sem að einhvern veginn allt í einu kemur allt heim og saman og þú skilur allt og það engin efi. Þessi augnablik eru augnablik sem valda langtímabreytingu í þér og alveg ná djúpt inn að sálu. Og þessi augnablik eru einstakar gjafir. Við fáum ekki svona gjafir oft í gegnum tíðina og sumir fá aldrei svona gjafir. Þessi aha, eureka moment aðri skilning á okkur sjálfum og á okkur tilgangi. Þannig að það verður beðið að alls ekki hafna þessu. Þannig að það aha moment á leiðinu til þín, finnst mér. Sem fylgir svo þegar þú stígir til baka og horfir svolítið á heildarmyndina og eins líka hvað varðar samvinnu þína með öðrum, hvar þú ert að þóknast sjálfum þér og hvar þú ert að þóknast öðrum. Stundum kastar heimurinn fast til okkar og okkur líður hreinlega eins og við höfum orðið fyrir eldingu. Getur vel verið að það verði dramatískar uppákomur, hvort sem að það eru sambandsslit, skilnaður, skyndileg veikindi, atvinnumissir,
einhver hömlun sem að kemur okkur mjög mikið á óvart, en sama hvað verkefnið að þá, já, þú skiljir það ekki núna af hverju þetta að gerast, af hverju þetta að gerast núna, að ekki efast sjálfan þig. Sumir hlutir eigum við bara ekki sjá fyrirfram. Og svona uppákomur sem að kannski setja plönin okkar úr skorðum eru stundum bara algjörlega það sem við þurfum. Þannig að þegar þú kemur til með að stíga þetta skref aftur og bak og horfa á heildarmyndina, þá muntu sjá að öllum líkindum að það eru viss element í þínu lífi, hvort sem það eru í starfi, í samböndum, samskiptum, í rauninni þessum grunnatriðum sem að daglegt líf hjá þér, þá muntu uppgötva að það eitthvað annað sem að í rauninni engan veginn gert fyrir þig og engan veginn fyrir þig almennt. Og því fylgir að þú þarft að brjóta þau munstur. Og þá verða breytingar, þá verða stóru breytingar, jafnvel geta orðið þannig breytingar í samböndum að þau taki á enda. En þá er svo mikilvægt að þú haldir áfram að standa með þér og ekki efast þig eða þínar ákvarðanir og hvað það þitt innsæi. Þannig að veldu fyrir þig fyrst og fremst, kæri bómaður. Þá ætla ég að segja þessu lokið fyrir þig, bómaður. Og við förum í steinbreytina. Byrjum á því að sjá hvaða steinbreyt við erum að tala um. Fáum leiðsögn fyrir steinbreyt. Fáum niðurstöðu fyrir steinbreyt. Jæja, steingerð. Kæra steingerð, mér finnst eins og sért svolítið lost akkurat núna. Eins og ég segi, akkurat núna svolítið lost eða nýlega búin að vera lost. Og mér finnst það eins og að hafa mikið að gera varðandi sambönd og samskipti, náin sambönd, að það hafi verið erfiðleikar finnst mér, mjög nánu sambandi. Alveg svona förunautis samband þar sem að samvinna mikil og mjög mikilvæg. En innsæðið þitt að segja að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi. Það á að vera einhvern veginn dýpra. Þetta ekki í samræmi við þín gildi, finnst mér. Og þetta eitthvað sem nær alveg svona grunnelementin í þínu nánasta lífi. Þannig að við finnst eins og ég sé kannski mikið að tala þannig að hjónaband, sambúðarsamband, parsamband, en aftur á móti gæti þetta líka náð inn á náinn vinnustað. En þannig finnst mér eins og að það séu erfiðleikar í samskiptum í þessu nána sambandi, að því innsæðið þitt segir að þetta á að vera meira, það á að vera eitthvað meira þarna. Og þetta ekki samkvæmt
samkvæmt þinni grunnmynd, þetta er ekki samkvæmt gildorðinum og það á að vera eitthvað meira, það á að vera eitthvað neður sig og þetta, mér finnst þú vera svolítið lost við þetta. Leiðsögnin Steingeit. Til þess að komast í gegnum þetta tímabil, til þess að fara í gegnum þessa erfiðleika, þá í fyrsta þarf þú að taka ákvörðunina það og taka ábyrgð á þínu. Með því að segja það með að taka ábyrgð á þínu, þá meina ég því sem þú átt í þessu sambandi og þínum samskiptum. Ekki taka ábyrgð á því sem hinn aðilinn á. Þú berð eingöngu ábyrgð á þér og þínu. Þannig að þú þarft að ákveða fyrir þig hvað þú vilt og hvað þú vilt gera varðandi þetta. Þegar þú hefur öll verkfæri sem þú þarft til þess að brúa þetta bil. Aftur á móti þá er svo freistandi að halda í gamalt munstur af því að það er það sem þú þekkir. Það er þægilegt, jafnvel þó að það sé óheilbrigt og jafnvel þó að það sé í rauninni mjög óþægilegt má segja fyrir þig, þó að það sé eitthvað munstur sem hentar þér engan veginn, þá er það innan þægindaramans. Það að fara út fyrir þennan þægindaramá og þetta munstur er mikil ögrun og þú upplifir óöryggi við það, þannig að þá er svo auðvelt að fara alltaf aftur tilbaka. En þannig að vera að segja að þú getur brotið mynstrið, þú getur fara út fyrir þægindaramá, en þú þarft að velja það og standa með því. Þú hefur allt sem þú þarft til þess. Brúan er þarna, þú þarft að ganga yfir. Niðurstaðan er svo að það sem að hefur þér verið óþekkt eða hulið í einhvern tíma kemur upp á yfirborðið og þú munt öðlast einhvern veginn dýpri skilning og dýpra innsæi á hlutina. Og munt hafa einhvern veginn svona jafnari sýn yfir og það er áskoranir sem þú tekst á við seinna, sko þær verða einhvern veginn miklu léttari. Það er eins og þannig að sé í boði fyrir að fara yfir svolítið stóran hjall. Þannig að þá verða áskoranir sem að þér fannst alltaf lítið út frá að vera mjög stórar og erfiðar, þær verða einhvern veginn bara piece of cake. Og það er hér áminning að hlúa að þér og ég held að þetta sé líka spurningum að þú lærir svolítið að hlúa fyrst að þér áður nú að fyrir að taka eitthvað annara inn á þig og þú einhvern veginn átt miklu auðveldara með að skera á eitruð og neikvæð samskipti og losa fortíðina frá þér og skilja hana eftir einhvers staðar annars staðar. Þannig að mér finnst eins og það að brjóta þig út frá þessu munstri og halda áfram í þeirri vegferð, þetta sko, þessi hjalli sem þú ert að fara yfir núna, eins djöfulegur hann er, það mun að skila svo miklu til þín og það verða allir aðrir hjallar sem að þér hafa hingað til fundist vera bara eins og þvílíku hólanir og hæðanir og fjöllin, þetta verður eitthvað smáþröskuldar sko. Þú verður svo miklu sterkari eftir það, alveg magnað. Skulum fá smá dýpti inn í þetta og ég vil fá hérna nýjan stokk með True Black. Steingeitir sem við vorum að tala við er eitthvað sem er búin að vera svolítið lost af því að það er verið að hræra í nánu sambandi, erfiðleikar í samskiptum í nánu sambandi af því einsæði segir að þetta sé ekki eins og það eigi að vera, það er eitthvað skrítið en þetta á að vera eitthvað meira af því að þú ert ekki að njóta þín eins og þú ættir að
gera. Og þig langar svo til að gera þessa breytingu núna. Þú ert einhvern veginn miklu tilbúnari til að gera þessa breytingu núna en þú varst síðast þegar þú íhugaðir þetta. Síðast þegar að þú rakst þig á þetta er ekki eins og á að vera og ég þarf að gera eitthvað í því. Þú ert á einhvern veginn allt öðrum og miklu öflugri stað til að gera þessar breytingar heldur en þú bara fyrir nokkur mánuðum eða fyrir ári síðan. Hvað það lengra? Þú ert einhvern veginn miklu tilbúnari, miklu opnari fyrir því og tilbúnari að taka slaginn, má segja. Og þetta er aftur val. Ætla ég að leggja í hana bardaga eða ekki? En hins vegar þá fylgir þessu að að núna er tækifæri til þess að nota það sem þú kannt, nota það sem þú veist til þess að gera þessa breytingu og vera að bjóða þér að hamra stálið á meðan það er heitt. Af því að þetta gamla sem að þú ert búin að vera í, þetta sem er mjög freistandi að halda sig í, það er orðið lúið, það er orðið bitlaust og ryðgað. Ég veit ekki hvort ég ná að sýna þér tákmyndunum almennilega, en hvernig þetta birtist fyrir mér allavega, þá er að bjóða þér að hamra stálið á meðan það er heitt. Hér er alveg splunkunýtt, glóandi rautt, nýkomið á smiðjunni sverð, verið að bjóða þér að ganga í það núna. En hins vegar þetta gamla þægindaraminn, séu svona, að ekki nóg með þessu komnu kóngulóarvefur út allt heldur þá verið búið að ganga svoleiðis á bitið á þessu. Þetta er orðið vitamónulaust, ætla að nota þetta. Þetta er orðið gagnslaust. Þannig að það var kannski kominn tími til að endurnýja. Þannig að það er verið að bjóða þér að stíga út úr þægindarammanum. Það er eitthvað tækifæri núna til þess sem þú hefur ekki haft lengi. Svona, fáum fókus aftur svona. Niðurstaðan var svo að það sem hefur þér verið hulið hingað til kemur upp á yfirborðinu og þú færð eitthvað betri yfirsýn og innsýn í gang mála og miklu meira jafnvægi. Áskoranir sem þú kemur til að mæta eftir þetta, þær verða eitthvað svona piece of cake og þú ert með miklu betri verkfæri til þess að hlúa sjálfur fyrst áður en þú fer að huga öðrum og þú ert mun auðveldara með að einhvern veginn taka ekki inn á þig svona annarra manna neikvæðni og leyfir fólk ekki að draga þig eins mikið niður og heilt yfir, þá er hér miklu meira jafnvægi og þú einhvern veginn leikur meira við lífið og þú einhvern veginn stýrir miklu betur jafnvæginu. Hlutinir er bara einhvern veginn miklu léttari heilt yfir almennt, finnst mér, eftir þetta. En þá ætlum ég að fá gyðjuhandaður stengið. Það er Nyx, leyndarmál. Gyðja Nyx. Gyðja Nyx er gyðja nóttarinnar, dulúðinnar og leyndarmála og hún býður þér að virkilega spyrja þig og djúpt inn í þinn innsta kjarna hvar þú ert að blekkja sjálfa þig. Hvar ertu í afneitun? Hvaða leyndarmál hefur að vera að fela fyrir sjálfu þér? Getur verið að aðstæður séu þannig að það hlutin eru einfaldlega ekki að ganga eins og þú hafðir vonað, en þú ert samt að rembast við að láta í rauninni tapaðan leik halda áfram að spilast, áfram. Eða er möguleiki á því að
einhvers staðar sértu að takast á við fíkn sem þú ert ekki að horfast í augu við. Hvar liggur óttinn? Hvað er það sem þú hefur verið hrædd eða hræddur við að horfast í augu við eða spurðu sjálfa þig að þegar þú í rauninni veist innst inni að þetta er óheilbrigt fyrir þig. Nix býður þér að horfast í augu við það og lofar þér að þegar þú ferð að horfast í augu við þennan ótta, þá mun hún styðja þig í gegnum það og styðja þig í átt að einlægni og heiðarleika gagnvart sjálfinu þínu og auka ástina til sjálfrar þín og skuldbindingar þinnar við eigin vöxt og mun hjálpa þér að viðhalda jákvæðninni í gegnum ferlið og hreyfingunni. Og hún mun styðja þig átt að innri frið, styrk og von. Þú getur þetta, segir Nix. Þannig hérna við erum að bjóða þér að brjóta upp gamalt munstur og horfast í augu við það sem er búið að hræða þig. Og mér finnst líka að þegar tunglið er hér leyndarmálin og yfirsýnin og innsæið að heilt yfir almennt þá er eitthvað í gangi hjá þér sem að þú veist að er ekki að þjóna þér, að er ekki heilbrigt fyrir þig, er ekki gott fyrir þig, en það er innan þægindarrammans og það er mjög ógnvænlegt að stíga út fyrir það sem er mjög eðlilegt. En nú að vera að bjóða þér að stíga þetta skref og hvetja þig til þess að halda áfram. Þannig að þetta er gott fyrir þig, Steingit. Og við höldum áfram. Og næst er Vatnsberi. Þetta er sá sem við erum að tala við. Það er að fá þessu. Og niðurstöðu. Jæja, kæru Vatnsberi. Það er áhugaverð stefna á þér þessa dagana, en heilt yfir það virðist vera í gífurlegu jafnvægi og takt við þitt innsæi. Það er ekki með svona blúsandi hreyfing og blúsandi ferð á þér. Og einhvern veginn heilt yfir almennt svona allt að ganga upp og mjög skýr stefna í gangi mála. Mjög þægilegt fyrir þig. En leiðsögnin aftur á móti er að minna þig á að fara þér ekki of hratt og vera ekki að taka annarra manna díl á þig, ekki bera ábyrgð á annarra manna þunga. Þér hætti til að fara stundum of hratt í hlutina, það er bara svolítið hver þú ert, finnst mér. En aftur á móti þá, hvað það er sem þú ert að vinna að, þá er mjög skýr stefna hjá þér og þú ert að láta hlutina gerast og þú ert að brúa öll bilin í kringum þig og þú ert að markvisst vinna að stoðunum þínum og það er verið að hvetja til að halda algjörlega áfram á þeirri stefnu
bara þú ert að gera ógeðslega góða hluti, haltu því áfram, bara passa þig að taka ekki of mikið á þig í einu og ekki taka eitthvað annarra manna drasl á þig og ekki fara þér of hratt. Passaðu álagið. Það er númer 1, 2 og 3 hér, bara passa álagið. Þú ert á svo hárréttri stefnu. Það er örugglega mjög freistandi að ætla að gera allt á sama tíma og stytta sér leiðir og keyra sig algjörlega alla leið. En málega stefna sem þú ert á er hárrétt og þú flýtir ekkert fyrir hlutunum með að taka meira álag á þig. Þannig að haltu bara áfram. Þú þarft ekki að drífa þig. Og niðurstaðan er svo að það er alls konar gamalt shit sem hún að skilja eitthvað eftir að baki. Og þú öðlast meira jafnvægi og innsæi fyrir hlutunum. Og ert eitthvað heilt yfir og miklu sjálfstæður og með svo góða yfirsýn eitthvað og það er enginn að fara að geta ekki að fara á bak við því með nokkuð skapaðan hlut eftir þetta sem þú ert að klára núna. Mér finnst það er svo mikil fleygiferð á þér að mér finnst ég vera fara með lögnina þín á metraða þar á auki En þetta er allavega eitthvað sem að mun skila þér eitthvað svona miklu meira yfirsýn og innsæi yfir hlutina. Skýrari mynd, það eru vissir hlutir sem að þú munt ekki fá að vita strax. En heilt yfir almennt þá þú ert að fara út úr og skilja eftir eitthvað skít að baki. Eitthvað sem þú ert bara að svona, það er reykstrókurinn eftir þér bara svona eins og góðum malavegi og þú ert að skilja alls konar eftir í þessum reykstrók. Og heilt yfir styrkja sjálfa þig sem fá aðeins stíft inn í þetta og ég vil fá in between tarot. Niðurstöðuna. Leyfum mér að sjá hvað sem við tala við er á mjög skýrri stefnu og er að fara út frá algjörlega eigin vilja og innsæi og þetta er í miklu jafnvægi. Þú ert að heila mjög mikið og þú ert að heila eitthvað sem að hefur fylgt þér lengi finnst mér. Sem að heila eitthvað sem að særði þig alveg djúpt inn að miðju á sínum tíma. Og mér finnst þú vera með mjög góðan stuðning í því með þér. Sama hvaðan það er að koma, hvort sem það er hérna megin eða hinum megin. En aftur á móti þá, þú ert á fleygiferð og þú ert að gera þetta á eitthvað neginn svona algjörlega metraða. Og þetta er mér finnst þess að þetta hafi allt gerst í eitthvað neginn svona hvelli. Bara svona allt í einu. En þú ert á blúsandi siglingu. Og þú ert að heila eitthvað alveg virkilega mikilvægt hjá þér. Leiðsögn mín var að þú ert á fleygiferð og þú ert á hárréttri leið. Alveg hárréttri. Þú þarf bara rétt að passa að alltaf er ekki ómikið einu, þú ert ekkert að fara að stytta þennan inn á leiðir. Þú verður að passa að taka ekki annarra manna dæmi á þig. Það er eins og sjáir svolítið markið fyrir þér. Það er þarna. Þetta er svona að þú ert
einhvers staðar svona hálfnaða með maraþonið og sérð alveg markið fyrir þér og sérð alveg fyrir að koma í mark og slíta borðan og þvílíkum fagnaðarlætin og þið hlakkar svo til. Og meiri þurftu kannski að vissu leyti farin fyrir akkurat þetta ferðalag farin að sjá í markið. En hins vegar þá veistu líka að þetta er ekki búið sko. Það er ennþá eitthvað eftir og þið langar svo til þess að gefa í, þið langar til að stytta þér leið, þið langar til að en eins og ég segi, þú styttir þér ekkert leið. Þó þú takir meira álag á þér þá styttur þér ekki leiðina. Þannig að þetta takir þennan tíma er hluti af ferðalaginu. Og þú styttir leiðina heldur ekki fyrir aðra. Þannig haltu áfram að sjá markið fyrir þér og haltu áfram í þeirri leið á þeirri stefnu. Og eins og ég sagði, þetta er eitthvað sem þú skilja svo mikið eftir að baki og þú átt eftir að vera svo mikið sjálfstæði og miklu meira innsæi og yfirsýn yfir gang mála, en þarna eru hlutir sem þú átt ekki að vita meira strax. Þú átt ekki að vita hvað kemur næst. Þú ert ennþá í þannig ferli og þú þarft að vera með fókusinn á bara markmiðinu núna. En það er líka mjög göfugt og rétt markmið fyrir þig. Og þetta er stór hluti af þínu ferli, þínum örlögum, þínu lífi, þínu ferðalagi. Og þetta er hluti af þínu jafnvægi. En þú átt ekki að vita meira það hvað gerist strax núna. Ég vil fá að gefa því til þess að fylgja þér út mánuðinn. Og þú fær Bridget. Creative Spark. Neisti sköpunar. Bridget. Innblástur og ímyndunarafl er það sem þú getur leikið með núna. Og þú nærði einhvern veginn svo auðveldlega að tengja við sköpunargáfuna þína og skapa djúpstæðar og fallega reynslu fyrir þig og fyrir aðra. Nýttu tækifærið að þú ert í svo miklum frjósemistíma akkurat núna. Leyfðu þér að njóta þess. Bridget er karlmennska gyðja sköpunar og kallar til þín að leyfa þér að leika þér í lífinu, vinnunni og ástum. Og hún er að tindra sköpunar neistan djúpt inn í sálinni og spyr á móti, ertu að hlusta? Og hún býður þér að beita óhefðbundnum aðferðum og kreatískum aðferðum til þess að hreyfa við þér í einhverja átt, hvort sem sama hvaða átt það er, en í þessa átt sem þú ert að fara. Og þegar að þú upplifir eins og þú sért staðnaður eða stöðnuð, þá er hún þannig til staðar til þess að tindra þennan loka, til þess að tindra þessa neista sköpunar innra með þér og gefa þér hugmyndir að nýjum leiðum til þess að takast á hlutina og halda svolítið forvitninni og gleðinni lifandi í þessu ferðalagi sem þú ert í. Þannig að þó þú upplifir og þegar þú upplifir eins og hlutina sé að gerast of hægt eða sé bara ekki að gerast yfir höfuð, þegar þú upplifir stöðnun, hlustaðu virkilega inn á við og athugaðu er í raun og veru stöðnun eða er mögulega ferðalagi að færast inn á við. Þetta er svona aðeins verið að minna þig á þolinmæðina og eins og ég hef búin að ræða við þig hérna rétt áðan, þú styttir þér ekkert leiðir, þú hraðar ekkert á ferlinu.
Þannig að þegar þú ert í óþolinmæðiskasti að þegar hlutin ekki að ganga eins hratt og þú vildir að þeir myndu ganga, myndu þá eftir brekið og hlustaðu inn á við, hlustaðu inn í sköpunina þína. Þá þetta þessu lokið fyrir Vaspera og við höldum áfram. Þegar næst Fiskur. Ég ætla nú samt rétt að ýta á pásu á upptökunni og aðeins að ná mér í vasklas og svona.